Kæru sportdrykkar, komið sælir. Spilin ykkar komin hér. Svolítið þema búið að vera núna að fara að koma sömu spil. Sömu spil til ykkar merkjanna. Það er stundum þannig og svo stundum þannig að enginn fær sömu spil. Fyrstu skilaboðin ykkar eru hérna ekki að verri endanum, heldur segja frá ástríðum á næstunni. Það er bara passion og eitthvað sem er svolítið tælandi og heitt. Þannig að kæri sportdrykki, það er eitthvað sem þú getur látið hlakka til framundan. Þetta gæti verið varðandi uppáhalds tómstundirnar þínar. Þetta gæti verið varðandi mannesku sem þú berð heitar tilfinningar til. Eitthvað annað sem svona hleypir blóðinu hjá þér aðeins upp. Síðan er það þetta viðvörunarspil hér. Talandi heitt blóð. Kannski þurfa einhverjir ykkar að passa blóðþrýstinginn. Nei, ég segi bara svona. Það er verið að vara við því að þú látir aðvörunarmerkin ekki fara fram hjá þér og sért vakandi fyrir öllum ábendingum og öllum merkjum sem að koma inn í líf þitt á næstunni. Já, og síðan er það einsemdin, það að vera að draga sig í hlé, draga sig út úr mannlegum samskiptum. Eins og ég hef sagt áður þegar þetta spil hefur komið upp, einvera getur verið á margan hátt mjög jákvæð. Hún getur orðið til þess að við kynnumst okkur sjálfum betur, án truflunar utanaðkomandi aðila. Einvera getur líka orðið of mikil og verið neikvæð og getur valdið að við verðum döpur og þunglynd. Það er bara spurning að finna ákveðið jafnvægi. Það er mjög gott að draga sig í hlé ef maður þarf eitthvað að spá og spekulera mikið. Og maður telur sig kannski finna svörin betur, einn með sjálfum sér, heldur en að leggja þau á torg fyrir marga. Ég ætla að leyfa mér að draga eitt spil í viðbót hérna, að fá eitt spil hérna í viðbót fyrir þetta viðvörunarmerki. Sjá hvað er hér að ræða eða hvort við getum fengið einhverja fleiri vísbendingar. Spilið sem kemur upp er spil sem heitir Sumar og hér er verið að tala krabba, ljón og meyju. Er það auðvitað manneski ykkar lífi sem þið þurfið að gæta ykkar á eða hafa sérstakt auga með einhverja hluta vegna? Eitthvað sem hafði áhrif á okkur í sumar varðandi það. Krabbinn er í júní, júlí, ljónið í júlí og ágúst og meyjan í ágúst og september. Það er spurning hvað þið fáið út úr því, hvað það merkir fyrir ykkur. En eitthvað hér sem tengist sumrinu sem er verið að minna ykkur á að annaðhvort ekki að gleyma, ekki láta fara fram hjá ykkur eða eitthvað sem að þarfnast athygli ykkar og kannski er eitthvað hérna sem þarf að leiðrétta. Þetta gæti verið manneski ykkar lífi sem er einmana, sem að þið kannski þurfið að hafa auga með. En
hvað sem öðru líður, þá eru heitar ástríður hérna, heitar tilfinningar og eitthvað sem er ákaflega spennandi og eitthvað sem veldur tilhlökkun. Ég vona svo sannarlega, kæri sportdrykki, að það er eitthvað sem þú hefur óskað eftir eða beðið eftir og að þú njótir þess í botn. Hljómar allavega vel. Svo færðu við hérna lítinn engil að lokum. Sportdrykki góður. Já. Sko, þetta spil það er þetta túlkað á 2 vegu. Love life getur auðvitað þýtt ástarlíf sem maður gæti tala svolítið inn á ástríðurnar sem við tölum áðan, eða elskaðu lífið og verið að benda þér á að njóta lífsins betur en þú ef til vill hefur áður gert. En hérna stendur: grunnurinn á spurningunni þinni felur í sér rómantíska lífið þitt, það er að segja ástarlífið þitt, sem er núna að fara að breytast til hins betra. Þannig að þetta er eitthvað fallegt og gott og ástríðufullt sem er að koma inn. Ég skal segja ykkur það. Ábyggilega margir sem öfunda þig af þessu, kæri sportdrykki, og láttu þetta ekki framhjá þig fara. Ok, þá ætla ég ekki að hafa fleiri orð spilin þín að sinni. Ljós og kærleikur.